Það er gott fólk. 559. bæjarstjórnarfundur Reykjanesbæjar haldinn á Tjarnargötu 12, 5. febrúar 2019 er hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Eydís Hænse Pétursdóttir, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Margrét Ólöf Sanders, Baldur Guðmundsson, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, forseti bæjarstjórnar Jóhann Friðrik Friðriksson og bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson. Nú á dagskrá fundarins eru 6 liðir, 6 mál. Það er fundargerð bæjarráðs frá 24. og 31. janúar 2019, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 25. janúar 2019, fundargerð barnaverndarnefndar lögð fram frá 28. janúar 2019, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 29. janúar 2019, fundargerð fræðsluráðs frá 1. febrúar 2019 og 7. mál á dagskrá eru reglur styrki til greiðslu fasteignagjalda sem verða sérstaklega tekin fyrir. Nú við byrjum fundinn á fundargerðum bæjarráðs og gef ég orðið laust þann lið í fundargerð. Við tökum þær samhliða. Margrét Ólöf Sanders hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel Margrét. Ég kem forseti, kæru bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég kem undir lið 5 í 1200. og 3. fundi bæjarráðs Reykjanesbæjar. Og þar segir að það hafi verið lagt fram tillögur ÖMFN varðandi framtíðaraðstöðu félagsins við afreksbraut. Og mér langar til þess að leggja fram tillögu bara til okkar allra og hún hljóðar svo að ég legg til að strax verði hafin stefnumótun með íþróttafélögunum varðandi framtíðaruppbyggingu íþróttamannvirkja í sveitarfélaginu. Niðurstöður skulu liggja fyrir ekki síðar en í maí 2019. Ástæðan fyrir þessari tillögu er aðalega sú að það er alltaf að koma inn í þarna bæði bæjarráð og bæjarstjórn að íþróttafélagin eru bæði að koma með óskir. Þarna eru við að vinna með stapaskóla og þeir eru að leggja fram varðandi framtíðaraðstöðu við afreksbraut. En þetta er eitthvað að mínum að þetta sem þarf að leggja fram eða þarf að vinna saman með sveitarfélögunum og sveitarfélaginu. Það þarf að horfa á þetta miklu heildstæðara heldur en bara hjá einu íþróttafélagi. Mér langar til að nefna þannig að allir í sanngirni sé gætt að í starfsáætlun fræðsluráðs þá er talað að fara í stefnumótun í mars til október. Þannig að og það er vel og ég hef áður fagnað þeirri framsýni og er fræðslustjóra farið að þakki fyrir og þeirra fólki. En þetta er í rauninni aðeins verið að ýta á að við flýtum þessu. Af því að ég held að þetta þoli enga bið. Og með minni fallegu skrift þá legg ég þetta til við forseta. Gjörðu svo. Guðbrandur Einarsson hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel Guðbrandur. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég átta mig eiginlega ekki á því af hverju er verið að leggja fram þessa tillögu á þessum bæjarstjórnarfundi. Ég veit ekki betur en að það sé búið að ákveða að gera þetta. Við séum búin að taka ákvörðun að gera þetta. Fara í stefnumótun sem þarf svo sannarlega að fara í. Fara fyrir íþróttauppbyggingu til framtíðar og við munum auðvitað að fylgja því eftir, en ég tel mjög taktlust að vera að koma með þessa tillögu hérna núna
nema þá bara til þess að ná sér í einhver atkvæði eða einhver stuðning. Við erum búin að ræða það að fara í stefnumótun, við erum búin að tala það við hreyfinguna. Við þurfum að sjálfsögðu að gera okkur grein fyrir því á hvaða hátt við ætlum að gera þetta, hvort við ætlum að ráða fólk til verksins eða hvort þetta eigi bara að vera samræður okkar á milli, en svo ákvörðun liggur fyrir að þetta verður gert. Margrét Þórarinsdóttir, velkomin í pontu. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hérna undir lið 3 frá bæjarráði þann 24. janúar. Þetta er vegna áforma ríkisstjórnarinnar veggjöld. Miðflokkurinn fekk rúmlega 13% atkvæði í afliðnum sveitarstjórnarkosningum og hluti bæjarbúa er hunsaður að bæði meiri hluta og minni hluta. Bæjarfulltrúi Miðflokksins gagnrýnir harðlega að fram hafi farið kynning á veggjöldum og fleiri mikilvægum málum, svo sem kynningu sem hafa átt sér stað í bæjarráði, án þess að fulltrúar flokksins hafi verið boðið að sitja þær. Veggjöld fela í sér aukna skattheimtu á heimilin í landinu. Skattar á bifreiðareigendur eru nú þegar miklir og aukast enn frekar nái samgönguáætlun fram að ganga. Til stendur að innheimt verði veggjöld á alla leiðir inn og út úr höfuðborginni. Verði áformin að veruleika er það ekki í fyrsta skipti sem að íbúar á Suðurnesjum eru skattlagðir sérstaklega og gætir tortryggni meðal íbúa vegna þessa máls. Lítið umræða hefur verið gjaldtöku, tiltölulega eru ómótaðar og engar upplýsingar liggja fyrir hversu hátt gjaldi verði, né rekstur og innheimtukostnaðar. Miðflokkurinn í Reykjanesbæ getur ekki fallist á þessi áform nema tryggt sé að gjaldi skili sér til vegaframkvæmda og tilkomi lækkun á móti þeim gjöldum sem þegar eru lögð á bifreiðaeigendur eins og bifreiðagjöld. Ég vil að þetta sé bókað. Takk. Margrét Sanders, velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Vegna orða Guðbrandar að þá þykir mér leitt að þetta tekið þannig vegna þess að það er alls ekki ætlunin og alveg sjálfsagt að breyta orðalaginu eða að bæjarstjórn ákveður. Við settum ekki inn í þessa tillögu að D-listi leggur til eða neitt svoleiðis. Við erum algjörlega bara að óska eftir að þessu verður flýtt. Við getum þess vegna bara vísa þessu til bæjarráðs og við getum rætt þetta saman. Það er algjörlega sjálfsagt líka, en það er bara ástæðan að þetta eru nokkur mál sem koma fram á þessum bæjarstjórnarfundi sem tengjast þessu og þess vegna er þetta sett fram. Ég biðst afsökunar ef að þetta er lagt fram eins og ég sé að eigna mér eitthvað vegna þess að við höfum verið sammála um þetta, en ég tel mikilvægt að við flýtum þessari vinnu og þetta hefur verið að tala um framtíðar uppbyggingu íþróttamannvirkja í sveitarfélaginu og það liggur á að fara í þessa vinnu, það liggur á að ljúka henni og ég vonast eftir að við allavega saman náum einhvern veginn að landa þessu. Mér er algjörlega og nú orða bíp skítsama hvernig þetta er orðað en bara þessu verið flýtt. Guðmundur Einarsson, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, ég styð það algjörlega að við förum í stefnumótun í þessum málaflokki. Hún er löngu tímabær. Og það gengur því ekki, og ég hef haldið því fram í mörg ár, gengur því ekki að vera að vaða bara fram í villu og svima og vita ekki hvert menn alltaf stefna. Þannig að stefna í þessum málaflokki er jafn þörf eins og í öllum öðrum málaflokkum sem að við erum að fást við. Þannig að ég styð það að menn fari í þessa stefnumótun. En við þurfum að setjast niður og gera okkur grein fyrir því hvað við ætlum að skoða. Og það liggur bara ekkert alveg fyrir. Vissulega er vöntun á íþróttahúsi fyrir Íþróttafélag Njarðvíkur. Við erum núna í aðlögunaráætlun og við erum ekki alveg að fara að byggja íþróttahús alveg á næstunni. En það er stefnan að næsta skólabygging rísi á þessu svæði. Með hvaða hætti það verður er óljóst ennþá.
En við þurfum líka að skoða bara framtíðar uppbyggingu íþróttaleikvanga hér í sveitarfélaginu. Við erum með lélegan grasvöll í Njarðvíkunum og við erum með ónýta stúku í Keflavík. Hvernig ætlum við að hafa þetta? Ætlum við að fara að byggja þetta allt upp og eyða hundruð milljóna eða milljörðum í sitthvora uppbygginguna, eða ætlum við að sameinast það að búa til sameiginlegan leikvang eða sameiginleg íþróttamannvirki fyrir bæði Keflavík og Njarðvík? Við þurfum að þora að tala þessar spurningar og ég styð það að við förum í þessa stefnumótun. Það eðlilegt að við gerum það, en við þurfum að vanda okkur og ég bara hvet formann bæjarráðs til að setja þetta á dagskrá í bæjarráði að við samþykkjum það að fara í þessa stefnumótun og fá þá til hæft fólk sem kann á þessi mál til þess að stýra þessu. Það er ómögulegt að við sem pólitíkusar förum að stýra einhverju stefnumótun. Við höfum að fá einhverja sem að geta stjórna þessu á faglegan hátt til þess að fara í þetta. Bera saman hvað er verið að gera í öðrum sveitarfélögum og hvað við þurfum til framtíðar til þess að við getum sinnt bæði íþróttastarfi almennt og síðan bara ungmennunum okkar til þess að láta þau vaxa og þroskast á góðan hátt í þessu samfélagi. Varðandi veggjöldin og þau orð bæjarfulltrúa Margrétar Miðflokks að henni sé haldið frá, þá veit ekki betur en að hún eigi fulltrúa inn í bæjarráði. Hún hafi stutt að sinn fulltrúa þangað inn og það ætti að vera hæg heimatökin fyrir hana að fá þær glærur sem lagðar voru fram á þessum fundi sem við fengum. Var engin ákvörðun tekin þar vegna þess að það er algjör óvissa í málinu. Við vitum ekkert hvað á að gera í þessu, en ég held að það sé rétt á einhverju tímapunkti að sveitarfélagið eða bæjarstjórn Reykjanesbæjar tjáir sig málið, en á meðan þessi óvissa ríkir þá held ég að sé ómögulegt að fara að ráðast í einhverja yfirlýsingar á þessu stigi. Friðjón Einarsson. Í gefnu tilefni ætla ég líka að biðja bæjarfulltrúa að gæta orða sinna. Það er engin einn sérstakur sem ég er nú að velta fyrir mér, en einhverju kom upp í hugan. Gjör svo vel. Friðjón. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Við langar aðeins að fara yfir nokkuð mál í fundagerðum bæjarráðs. Í fyrsta lagi ætlum við að fagna því að við erum komin af stað í nýtt hjúkrunarheimili og ánægjulegt að vita til þess að sú vinna er hafin og vonandi að gangi vel að gangur á samningu við ráðuneytið. Hugsanlega þá 30 ný rými og ný bygging. Annars hefur við ekki athygli á að búið er að veita núna heimild til að hefja undirbúning að vinnu við áfanga 2 í Stapaskóla, sundlaug og íþróttahús. Veggjöldin er að mínu viti ekki kannski alveg tímabært að ræða mikið af því að við vitum ekkert hvað verður. Nýverið lýstir á því yfir að tillögurnar eru ljósar í haust, fer fram umræða á þinginu en við höfum ekki höndum hvað þetta verður, en ég held að við séum öll á sama stað þar að fylgjast vel með og þegar það kemur. Mér langar líka varðandi framtíðaraðstöðu ungmennafélagsins, en þetta er minnisblað sem kom frá aðalstjórn Njarðvíkur, þar sem þeir eru búin að kveða upp sinn dóm hvað framtíðaraðstaðan á að vera. Hún hefur verið við afreiksbraut við afreiksbrautina og af því tilefni vegna þess að tillögu sem hér hefur verið lögð fram að þá mun ég leggja til þess að verið vísað í bæjarráð og við setjum verkefni í gang þar. Ég veit að það er vilji allra að klára þetta hratt og vel og mæli þá til við forseta að þessi máli verið vísað þangað sem fyrst. Ég vil líka nefna vegna umdeils máls Þórustíg 3 í Njarðvík, en þar var samþykkt í bæjarráði að segja upp leigusamningu vegna Þórustígs. Ég hef nú þegar formann bæjarráðs hitt stjórn félagsins og stjórn körfuknattleiksdeildarinnar og stjórn Njarðvíkur, aðalstjórn, og fóru í máli með þeim og
gerði þeim það alveg skýrt að það var ekki verið að taka eitthvað af þeim, við þurftum bara að hreinsa til með þessa leigusamninga hjá okkur og ef þetta gengur vel með fjármunina vegna sölu á HS Orku hlutabréfum að þá opnast nýjir möguleikar fyrir okkur í þessum málum en það verður ekki ljóst fyrir eftir kannski 2 mánuði. Þannig að ég held að það hafi verið fullur skilningu fyrir því og auðvitað erum við að vinna með félagin í þessu verkefni. Það er margt sem að gerast í sveitarfélaginu sem áhugavert og ég vil kannski nefna nokkur mál. Eitt sem er spennandi að sjá hvort að við hugsanlega getum farið í samstarfi við Hitaveitu Suðurnesja með fráveitukerfi Reykjanesbæjar. Þetta er risamál fyrir okkur og við erum auðvitað langt og eftir þeim stað sem við vildum vera á. Við þurfum að taka vel til í þeim málum. Þetta er dýrt og erfitt og ef það er svo að það gæti verið vænlegt að vinna með HS Veitum í því verkefni að þá væri það mjög til farsældar fyrir okkur öll. Og ég vona að okkur takist að ná okkur samkomulagi við HS Veitur og þannig að samstarfsverði fráveitukerfið og innan stutts tíma munum við sjá nýja hreinsistöð á Bakkalá í Keflavík. Annað áhugavert mál sem fer nú að koma til ykkar, kæra bæjarstjórn, er sorpmálin. Það er búið að vera núna í 2,5 ár umræða á milli Kölku og Sorpu samstarf eða sameiningu þessara 2 fyrirtækja. Ekki alveg ljóst hvernig þetta allt fer en það verður fljótlega haldin kynning fyrir bæjarstjórnina. Þannig að þið sem fulltrúar eigenda geti skoðað málið og gert upp hug ykkar. En ennþá er svona smá hiksti virðist vera í einhverjum aðilum inn í kerfinu, þar að segja inn í Reykjavíkurmegin. Þannig að það er svona dálítið óljóst hvernig kemur að þessu en við höfum veitt heimild til þess að leita utanaðkomandi ráðgjafar í þessu máli sem ég er mjög ánægður með að við erum að fá reyndan mann til þess að vinna með okkur með bæjarstjórn og hinum sveitarfélögunum til að meta fyrir okkur framtíðan í þessu verkefni og hvort þetta sé hagkvæmt eða ekki. Og leið á fyrstu gögn koma þaðan að þá verður það auðvitað kynnt í bæjarstjórn. En þetta er stórt og mikið verkefni og við þurfum að vanda okkur. Við ætlum ekki að vera eins og sumir að kalla þetta ruslahaugur Reykjavíkur, það er enginn að ræða það heldur. Ef þetta er fjárhagslega hagkvæmt og gott fyrir umhverfið okkar að fara í samstarf þá gerum við það auðvitað. Nú líka vil ég nefna það að það kemur í ljós að Reykjanesbær hefur efni á að byggja nýja skóla, það er frábært. En það var mat á fjárhagslegum áhrifum sem var lagt að fyrir bæjarráð síðustu viku, það sem að niðurstaðan er svo að við getum það. Húrra, við vissum það náttúrulega, við getum byggt skólan. En síðan eitt þurrt mál er það að við, eins og því munið, þá sendum við spurningar til Skipulagsstofnunar og ráðuneytisins auk Mannvirkjastofnunar það á hverju Stakksberg hafi fengið svörin okkar og spurningarnar okkar til sín áður en að við fengum það og við vorum ekki spurð leyfis með það. En svörin hafa borist og þau eru öll á einn veg að þeir ráðuneyti lítur svo á að þetta sé upplýsingamál og gilda þá lög upplýsingamál í þessu. Og við höfum kannski mátt vita það að það er svona standardsvar frá öllum aðilum en við erum kannski þá að skoða það. Mér langar að nefna 2 mál saman, það er reglur styrki til greiðslu fasteignagjalda. Við höfum rætt þetta mikið í fyrra hvernig við ættum að stilla upp þessum styrkjum til íþróttahreyfingarinnar eða annara tómstundastarfa hér í sveitarfélaginu. Það eru ekki mörg íþróttafélög eða tómstundafélög sem eiga sín eigin húsnæði og vanin hefur verið að sveitarfélagið veitir styrk að sömu upphæð og fasteignagjöld viðkomandi hús er. En í bæjarráði var farið yfir nýja reglur og ég vona að það verið samt á eftir þessar reglur en þá er svona búin að halda fast utan þetta og setja þetta í form. Þannig að þetta ætla að vera öllum ljóst og bæri mun þá auglýsa þessa styrki eða möguleika á styrkjum í byrjun hvers árs en þessar styrkbeiðnir eru að koma allt árið og á sama fundi í bæjarráði þá var tekið fyrir erindi frá
Hestamannafélaginu Mána niðurfellingu gjalda styrk á móti fasteignagjöldum fyrir árið 2018 og sú beiðni kemur í desember til okkar. En með þessar nýju reglur þá ætti það að koma í janúar 2018. Þannig að ég held að sé bara mjög gott að við séum að reyna að festa þetta þess niður. Heyrðu, annars takk fyrir. Baldur Guðmundsson hefur hvað sér hljóðs. Þessu vel, Baldur. Takk, virðulegi forseti og góðir bæjarfulltrúar og aðri gestir. Bara í réttri röð, nýtt hjúkrunarheimili, mikið fagnaðarefni. Ég fór að tala um þetta strax þegar að hjúkrunarheimili á Nesvöllum var opnað, að við þurfum að setja inn bara beiðni strax fyrir næstu því að þetta tekur tíma og við erum búin að svona berja þetta áfram, meitla þetta áfram og erum komin á rekspöl með þetta, þannig að það er bara mikið fagnaðarefni. Stapaskóli, hann fléttast inn í líka þessa umræðu hvar framtíðar íþróttaaðstaða á að vera. Þetta spilar allt saman og þannig að þegar við erum að tala stefnumótun með íþróttafélögunum, það eina ástæðan fyrir að við erum að setja þetta fram er bara að skerpa á þessu. Við erum alveg búin að, það voru allir að lofa þessu í einmitt síðustu kosningum þegar maður ræða við íþróttafélögin og okkur finnst það bara högta aðeins. Það er allir að bíða eftir að hinn geri einhvern veginn og þetta bréf frá einmitt MFN er að kalla eftir hvað ætla bæja yfirvöld að gera. Þannig að við höldum bara að samtalið sé mjög gott, þannig að við getum farið að setja niður, forgangsraða, hvert stefnum við með þetta, alveg eins og Guðbrandur sagði í seinni ræðunni, þar sem var svona orðin sammála okkur, að ákveða hvar ætlum við að stíga niður og taka til og laga og gera og græja og allt þetta. Ég geti engan veginn tekið það til mín þó að Margrét Þórarins hafi verið heimt á það að minnihlutin ætti að skamma sín fyrir að hafa ekki haft samband við hana. En varðandi þessu umræðu veggjöld þá er þetta bara mjög þannilega skammt á veg komið en þetta snertur okkur alveg verulega því að það er verið að tala sérstaklega tvöföldun á Reykjanesbrautinni. Þannig að við verðum bara að vera þáttakandi í þessari umræðu, hafa skoðun á þessu, en við þurfum líka að hafa gögnin. Og þetta skjal sem var tekið hérna saman af Sigurgesti er bara einn punktur af alveg ótal punktur sem er verið að taka saman bara í heildarmyndinni. Þannig að við verðum bara vakandi yfir því. Og að lokum þá er ég mjög hrifinn af þessum hugmyndum sameiningu Kolku og Sorpu og það er sömuleiðis bara það að taka upp þetta samtal. Þetta er nú ekki Ísland sem slíkt, er ekkert stórt samfélag, þannig að ef við getum bara tekið höndum saman við höfuðborgina til að leysa sorpvandamál og gera það á skynsamlegastan hátt, hvort sem við eigum þetta eða einhverjir aðrir og í hvaða hlutföllum þetta verður. Mér finnst bara þetta hlýtur að vera win-win, afsakið slettuna fyrir báða aðila, ef ekki alla aðila. Þannig að ég styð þetta heilshugar að halda áfram þessari vinnu sameiningarviðræði við Sorpu. Takk. Gunnar Þórunnsson hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel Gunnar. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Hér hefur verið mikið skrafað stöðu bæjarins. Það er ljóst að á undanförnum árum hefur hagur bæjarins vænkast heldur betur og við stöndum frammi fyrir því að vera í allt annarri stöðu heldur en fyrir 4 árum síðan. Allt annarri.
erum í raun og veru í þeirri stöðu að þurfa að fara að huga að framtíðinu með skipulegri hætti. Nauðsynlegt. Þess vegna skil ég ekki þessa úrtölur Guðbrands það að þessi tillaga hafi komið hérna fram, því að hún bara tímabær og nauðsynlegt að ýta á það að þetta verði gert af einhverjum krafti. Við stöndum frammi fyrir því að geta gert ýmislegt á næstu árum og við þurfum að undirbúa það sem fyrst. Við sjáum alveg að við munum hafa stöðu til þess að fara í ýmsar framkvæmdir á næstu 4 árum. Þetta þarf að undirbúa að sjálfsögðu. Nú, og sem fyrst. Nú varðandi veggjöldin, þá vil ég benda á það að þetta fer á vefinn hjá okkur, þannig að þessi tillaga eða öllu heldur úrdráttur úr hugmyndum sem fulltrúa, segi ég, atvinnun og markaðsnefndar eða sviðs hefur birst öllum bæjarfulltrúum, þannig að menn þurfa ekki að kvarta yfir því. Hins vegar liggur fyrir að við þurfum að tala um þetta og ræða þetta þegar þar að kemur. Tillögurnar eins og hér kom fram ekki komnar fram. Það eru aðeins komnar fram hugmyndir. Þetta á eftir að ræða á Alþingi og við höfum örugglega tækifæri til að fara yfir þetta og koma með tillögur eða leggja okkar mark á þetta. Nú, varðandi Kölku, að þá fagna ég því að það sé verið að fara í skoðun á því. Ég ekkert sannfærður að þetta sé endilega heppilegt, þess vegna ágætt að fá skoðun á því hvort að þetta borgar sér fyrir okkur eða ekki. Það raun og veru, ekkert ótrúlegt að þetta borgar sér, en það ekkert víst. Og þess vegna nauðsynlegt að fara varlega í þetta. Takk fyrir. Margrét Þórinsdóttir hefur kassi ljós. Virðulegur forseti og aðrir viðstaddir, ég ætla að koma að máli í sambandi við þetta nýja hjúkrunarheimili. Það að sjálfsögðu mikil fagnaðarefni, en það kemur mér bara spánst fyrir sjónir að ekki hafi verið haldin kynning fyrir alla bæjarfulltrúa varðandi það málefni. Nákvæmlega eins og við sátum hér rétt áðan, þar sem við vorum að hlusta á mjög fróðleiksfúsan fyrirlestur fyrir alla bæjarfulltrúa. Þannig að ég vil bara tjá mig það að ég ekki sátt við það. En ég ætla að koma aðeins í sambandi við lið 10 varðandi Kölku. Bæjarfulltrúi Miðflokksins geldur varhuga á því að Kalka eigi að taka við megninu af sorpinu á höfuðborgarsvæðinu. Bæði það mikil umhverfisálag fyrir Reykjanesbæ og ekki síður umferðarálag á Reykjanesbrautina. Svona til glöggunar þá fara í dag 55.000 bílar á sólarhring. Já, ég sagði 55.000 bílar á sólarhring í gegnum Hafnarfjörð. Á þeim hluta sem einbreiður í Hafnarfjarðarbæ umferðin 27.000 bílar á sólarhring. Vestur á Straumsvík aka 19.000 bílar á sólarhring. Á meðan ástandið á Reykjanesbrautinni ekki betra en raun ber vitni varhugavert að auka álagið á brautina en frekar með sorpflutningum hingað suður eftir. Áður en lengra haldið verða frekari upplýsingar að liggja fyrir svo sem þær hvort að áætlað sé að nýr brennsluofn eigi að vera staðsettur í Helguvík. Bæjarbúar eiga heimtingu á að vita hver áform meiri hlutans eru í þessum efnum. Áætlað að 10 manns verði í stjórn sameinað félags en einungis 5 aðilar verði í framkvæmdaráði. Verði af þessari sameiningu það skýr krafa bæjarfulltrúa Miðflokksins að Reykjanesbær eigi fulltrúa í framkvæmdaráðinu þar sem bærinn 4. stærsta sveitarfélagi sem kemur að þessari sameiningu. Og ég vil að þetta sé bókað. Svo ætla ég að koma undir lið 7 hvað varðandi Stapaskóla. Ljóst að lítið má bregða í auknum kostnaði eða það að segja framúrkeyrslu á verkefninu þannig að forsendubrestur verði.
Bæjarfulltrúi Miðflokksins minnir á að fara verði varlega í öllum fjárfestingum og skuldbindingum sveitarfélagsins og tekur undir það sem fram kemur í kynningunni að huga verði af dreifingu fjármagns í öll hverfi bæjarins þegar kemur að innviða uppbyggingu. Reykjanesbær að fá aukið fjármagn frá jöfnunarsjóði sveitarfélagana vegna hraðrar uppbyggingar og fólksfjölgunar í bænum. Miðflokkurinn hefur áður bent á það að því fylgja gríðarlegir vaxtavextir í innviðar uppbyggingu eins og þetta dæmi sannar. Svo ætla ég að koma hérna undir lið 7, virðulegu forseti og aðrir viðstaddir, en þetta fráveitukerfi Reykjanesbæjar. Miðflokkurinn tekur mjög vel í þessar hugmyndir að fyrirmynd Akureyrarbæjar. Ljóst að mikils viðhalds þörf á næstu árum og teljum við að þessi leið sé sú besta til að uppfylla þá þörf. Og virðulegu forseti, nú ætla ég að koma undir Helguvíkina og aðrir gestir. Miðflokkurinn ítrekar enn og aftur að málefni og framtíð kísilversins í Helguvík eigi að fara í íbúakosningu samanber heimildarákvæði í sveitarstjórnarlögum. Og að lokum þá langar mér aðeins að minnast á, virðulegu forseti, utanlandsferðina sem hér kemur undir lið 7. Það hreint með ólíkindum að senda þurfi 8 embættismenn bæjarins til þess að kynna sér þessi mál. Þetta fjáraustur úr bæjarsjóði og vel væri hægt að koma kostnaðinum niður í 750.000 færu einungis 3 aðilar. Sýna verður ráðdeild á öllum sviðum í rekstri bæjarins og eru utanferðir embættismanna og kjörinna fulltrúa einn partur af því. Minna má að dagpenningar eru greiddir í svona ferðum og eru þeir skattfrjálsir og má líta á þá sem kaupauka viðkomandi embættismanna. Ég vil að þetta alls sé bókað. Takk fyrir. Friðjón Einarsson hefur passið hljós, gjör svo vel Friðjón. Ágæti forseti, mér langar aðeins að ég vil ítreka á skoðun mína að veggjöldin, við vitum ekkert veggjöldin og það ekki tímabært fyrir okkur hér að bóka eitthvað út í loftið eða ræða eitthvað út í loftið fyrir að við höfum einhvern grunn til að byggja á. Ég veit að sum sveitarfélög hafa riða á vaðið og sumir stutt veggjöld, aðrir ekki, en í raun og veru erum við að einhvern veginn að blása út í loftið. Og bið menn aðeins að fara varlega með það. Annars sem vildi nefna líka vegna orða Margrétar, bæjarfulltrúa Margrétar Þórarinsdóttur, það þetta form fyrirkomulega hjá Reykjanesbæ. Það þýðir ekki að reglulega koma og bölva því að formið okkar það fast form á bæjarráði og bæjarstjórn. Og ég veit að starfsmenn eru tilbúin til þess að upplýsa bæjarfulltrúa allt milli himins og jarðar, en ítreka það að í kosningu til bæjarráðs fór Miðflokkurinn í samstarf með öðrum aðila sem núna í bæjarráði. Og þannig það þangað til næst verður kosið. Það hefur bara ekkert með minni eða meirihlutann að gera. Og það dálítið leiðilegt að heyra það ætíð eins og við séum á einhvern hátt að lúffa eða koma illa fram eða hunsa. Það bara alls ekki rétt. Og ég ósáttur að fá það á mig aftur og aftur og aftur þrátt fyrir mörg samtöl milli mín og bæjarfulltrúans. Það bara ekki svo. Og mér finnst að menn ætti frekar að einbeita sér að stefnunni, málefnunum, heldur að fara ætíð í formið sem þegar hefur verið staðfest að ráðuneyti þar til annað verður ákveðið. Þetta dálítið finnst mér að vera að tala einhvern veginn þegar það sagt ómbelega að meirihlutin hunsi Miðflokkinn. Það bara rangt. Ég bara ósáttur við það orðaval sem haft í þessu. Það bara ekki rétt. Annað mál varðandi Kölku og Sorpu.
það hefur hvergi komið fram í neinum gögnum í 2,5 ár að Helguvíkin eigi að vera sorphaugur höfuðborgarsvæðisins. Hvergi. Og ég ætla að ítreka hvergi. Þetta er flott orðalag til að hafa til fjölmiðla og á Facebook. Þetta er bara alrangt upplýsingar sem bæjarfulltrúinn hefur fengið og eru upplýsingar til Og það er búið að svara þessu orðalagi margsinnis af forstjóra Kölku, Jóni Norðfjörð, og þetta er bara ekki rétt, rangt. Og þetta ítreka sem ég sagði áðan að það hefur verið haldið kynning hérna fyrir bæjarfulltrúa og menn hafa fengið gögnsend og allan tíman í þeirri vegferð er verið að leita bestu lausna fyrir samfélagið á Suðurnesjum. Bestu lausna. Og við, engin bæjarfulltrúi álíti svo að besta lausnin sé að við verðum einhvers konar sorphaugur Reykjavíkur. Það hefur aldrei verið í myndinni. Þannig ég skil ekki þetta orðalag að segja það að það sé í myndinni. Fyrir utan það hefur ekki verið kynnt endaleg niðurstaða samvinninguna, samstarfið. Og mér finnst það skrítið þegar menn dæma fyrirfram. Bíðum eftir því að gögnin koma til okkar, tökum samtalið og svo ákveða okkur. En hérna er það aldrei verið að dæma allt máli bara fyrirfram. Af því að við erum að tala að vera hagsýn, passa peningana, passa fjármunina og það var eina ástæðan sem við fórum í þetta. Það var út af hagstjórninni, út af stöðunni á Kölku sem þá var ógjaldfær, hafði ekki efni á að vera til. Sveitarnir hefur lagt mikla pening í þetta og staðan hefur batnað mjög mikið á síðustu 3 árum og hefur snúist algjörlega við, en hún er ekki nógu góð til að byggja nýja brennslustöð. Það er alveg klárt. Og ég líka held að við þurfum að passa okkur að henda ekki einhverja orðum út í kosmosið og á netið eins og ruslarhaugar höfuðborgarsvæðisins. Ég meina, hvað? Skil það ekki. Varðandi kynnisferðina Kristjansand sem ég styð heils hugar, þá er það nú þannig að á síðasta bæjarstjórn klippti niður allt svona, nánast, og það er búið að þurrka út allar heimsóknir. Það veit að bæjarfulltrúar. Og við verðum samt sem áður að fylgjast með og Kristjansand er vinabær okkar og það er mjög nauðsynlegt fyrir okkar yfirmenn að læra og sjá hvað er að gerast annars staðar. Þar er sameining sveitarfélaga í undirbúningi í Kristjansand, þar er kísilverið, þar er einn stærsta höfnin í Noregi. Við ætlum að reyna að læra og sjá og skoða hvað hægt er að gera. Og við gerum það ekki bara á netinu. Við þurfum líka að fara og tala við fólk. Þannig að mér finnst það mjög nauðsynlegt að starfsfólk okkar eins og starfsmenn allra annara fyrirtækja á Íslandi fara í skoðunarferðir og kanna málin sjálf. Síðan að tala það að dagpeningar séu kaupauki, hann er það hjá sumum stéttum á Íslandi sem ekki þurfa að borga skatt. En það er ekki svo hjá sveitarfélagi Reykjanesbæjar. Þess að dagpeningar eru ætlaðir til þess að borga gistingu og mat. En hjá sumum stéttum sem bæjarfulltrúinn þekki vel til, það er ekki svoleiðis þar. Alls ekki. Sú stétt fara að gera þetta eins og hún vill nánast. En ekki starfsmenn Reykjanesbæjar eða starfsmenn sveitarfélaga. Það er ekki svoleiðis. Dagpeningar eru reiknuð út frá því að fara í hótel og mat. Basta. Það er enginn að borga fólkinu heldur yfirtíð eða yfirvinnu fyrir að fara þarna. Frá fjölskyldu og öðru. Þetta er vinnuferð. Og ég sé ekki eftir smá öðrum til þess að starfsfólk geti farið í svona. Þetta er sama umræðan átt sér stað þegar Reykjanesbær var að styðja við árshátíð Reykjanesbær. Skrítin umræða. Ég er ósátt við hann. En auðvitað hafa allir mismunandi skoðanir á þessu. Mér langar líka aðeins að koma inn á það sem bæjarfulltrúi Gunnar var að nefna hérna, varðandi stefnumótun, drífum ykkur í þessu. Ég ætla bara að nefna það hérna, okkur öllum til upprifjunar, að það er búið að gerast ansi margt í stefnumótun íþróttahreyfingunni núna í ár. Mikið meira heldur en við gerst langt aftur á bak. Fyrsta lagi óskaði Reykjanesbær eftir því að öll
íþróttafélög í Reykjanesbæ og íþróttadeildir skiluðu af sér stefnumótun félaga sinna til okkar. Það er rúmlega ár síðan það var gert. Því miður hafa ekki allar deildir skilað gögnum til okkar. Því miður. En Reykjanesbær hóf þessa stefnumótun með því að kalla og segja við félögin, hvað viljið þið gera? Sum skiluðu, önnur ekki. Sumar stefnurnar voru misvísandi, en það er svona skýrast í því. Síðan fórum við og settum á stopp hóp til að skoða hvort að við þyrftum á gervigrasi að halda og niðurstaðan var alveg skýr þar í vor, já, var svarið. Það var þá stefnumótun númer 2. Þá fórum við og tölum við VFSO og fengum þá til að taka út Reykjanesvöllina. Hvað getum við gert til að bæta reksturinn þar, bæta nýtingu? Nú vorum við að fá það, hérna kynningu fyrir íþróttahreyfingunni. Þannig að við erum búin að gera fullt af hlutum á einu stuttu ári í stefnumótun. Og nú munum við fara í gang með stefnumótun fyrir alla hreyfinguna og framtíðina hjá okkur. Og ætlum við þá að reyna að gera þetta alltaf vel og vanda okkur, vegna þess að því miður er úti allskyns hugmyndir stefnumótun sem undirritar af bæjarstjóra, fyrrverandi og stefnumótun sem var samþykkt í bæjarstjórn sem ekki er orðið að veruleika. Þannig að við þurfum að koma eitthvað nýtt, raunhæft sem stendur undir sér. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Bæjarstjóri ekki svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er nú búið að fara hér víðan völl, en vegna þess að þeirra mála sem hér hafa verið nefnd, þá finnst mér rétt að ég kom hér upp og upplýsi bæði bæjarfulltrúa Margréti Þórarinsdóttur og aðra að vegna veggjalda að þessi samantekt sem að Sigurgestur Guðlusson, verkefnastjóri viðskiptaþróunar hjá Reykjanesbæ, tók saman veggjöld eða tolla eða skatta eftir í hvernig við lítum á það fyrirbæri, var að minni beiðni að því að ég vissi að hann hafði verið að skoða þetta mjög náið og mikið. Hann bæði fylgdist með umræðum og á þinginu og í nefndum og aflaði sér gagna og þá voru fundir hingað og þangað með formanni nefndarinnar og Sigurgestur, við höfum stundum talað þetta. Mér fannst rétt og hann var til í það og er eins og við vitum bara mjög hæfur í slíku að taka saman einhverja punkta umræðuna eins og hún birtist honum á þeim tímapunkti sem þarna var. Síðan hefur ýmislegt gerst í þessu máli, komið fram nýjar hugmyndir og máli er á fleygiferð og það var svo sem kom mjög skýrt fram í hans máli í bæjarráðinu daginn að þetta væri engin endanleg niðurstaða, endanlegu dómur hvað þá alla hliðar málsins. Þetta var bara svona eitthvað innlegg inn í þetta vegna þess að máli var þegar komið í fjölmiðla og í almennu umræðu og nokkur sveitarfélög hafa og höfðu þá og hafa síðan bókað þetta mál. Og þá fannst mér eðlilegt að bæjarfulltrúar Reykjanesbæjar fengju tækifæri til þess að svona allavega taka samtali við einhvern sem hafði skoðað þetta og það var það sem við gerðum í bæjarráði. Kynning hans og einu gögnin sem hafa verið lögð fram í þessu máli er þessi kynning sem hann lagði fram og hún er undir inn á vefnum okkar Mitt Reykjanes, það sem að fundagögn bæjarfulltrúa liggja, að hún er þar, var þar og hefur verið þar og verður þar til glöggunar fyrir bæjarfulltrúa. Síðan þá hefur hann tekið saman texta sem að ég sendi á okkur öll í dag, fyrir í dag, sem eru upp á nokkuð marga blaðsíður og enn og aftur þetta er bara hans sýn á málin og hann er að reyna að endurspegla það umræðu sem er í gangi. En málin er hvergi nærri lokið og við munum örugglega fá tækifæri til þess að taka þetta saman og taka umræðan þetta. Vegna viðræðna eða umræðna mögulega samningaviðræður við Sorpu, Kölku og Sorpu, þá er það rétt sem hér hefur komið fram að við erum búin að ráða mann sem að þekkir þennan málaflokk mjög vel og er mörgum talið bara mjög fær í slíku og til þess að fara aðeins yfir málið og bara
staðfesta það að að við séum á réttri leið í umræðinu, því að þetta búið að taka langan tíma. Það hafa orðið eina sveitarstjórnarkosningar í millitíðinni. Við fengum kynningar á þessu fyrir löngu síðan og það var bara rétt að það eru miklir hagsmunir í húfi, bæði fjárhagslegir og ekki síður umhverfislegir fyrir okkur öll, og rétt að bara fá svona eins og maður segir, og fyrirgefðu hósti, ég sletta second opinion á þetta dæmi allt saman, og hann að skoða það. Þá í undirbúningi núna sameiginlegur kynningarfundur með öllum sveitarfélögunum á Suðurnesjum. Ég hitti Jón Norðfjörð í gær, framkvæmdastjóra Kölku, og hann upplýsti mig það að það væri verið að undirbúa það að halda sameiginlegan kynningarfund fyrir alla sveitarstjórnarmenn á Suðurnesjum eða þá sem að hafa áhuga á að kynna sér málið, og þá getum við tekið samtölum við hin sveitarfélögin og rétt að bæta því við að þau eru öll, og ég endurtek og ítreka öll, að ræða það núna hjá sér hvort þau eigi ekki að gerast aðilar að þessum samningi sem við gerðum við Hauk Björnsson ráðgjafa. Því að þeim fannst það mjög góður leikur hjá okkur og sterkur og vilja fá að taka þátt í því með okkur. Og við sjáum hvað setur í því. En þetta stórmál fyrir okkur. Eins og þið vitið þá eigum við Suðurnesjamenn engan urðunarstað á Reykjanesi. Við höfum ekki verið með í mörg ár og ætlum ekki að vera með. Við eigum hins vegar sorpbrennslu, en við urðum hellinga sorpi, og það núna þegar í dag keyrt á urðunarstaði utan sveitarfélagsins, og svo talið 35% af sorpi sé lífrænn úrgangur sem að ef að þessari verkaskiptingu yrði þá myndi sá hluti fara til jarðvegsúrvinnslu og jarðvegsgerðar inn í Reykjavík, og við myndum þá minnka það magn sem fer til brennslu, en það 30-35% lífrænn úrgangur í dag sem fer til brennslu í sorpeyðingarstöðin okkar, sem náttúrulega ekki mjög praktískt eða sniðugt. Nú varðandi þessa umræðum stefnumótun í uppbyggingu íþróttamannvirkja, þá bara velti ég fyrir mér hvort að hugmyndi sé þá svo að taka málið úr höndum fræðsluráðs eða íþrótta- og tómstundaráðs eða fræðslusviði sem með í starfsáætlun, búin að tímasetja þetta, ætlar að fara af stað í málinu. Þá hugmyndi svo að taka málið af fræðslusviði og inn til bæjarráðs. Ég skil ekki alveg hvert þessi umræða að fara. Nú varðandi nýtt hjúkrunarheimili og fullyrðingar eða óskir bæjarfulltrúa Margrétar Þórarinsdóttur að það hefði átt að vera kynning á því máli fyrir alla bæjarstjórn, þá vil ég nú bara upplýsa það að það ekkert ennþá til þess að kynna. Það var fundur í fyrra, fyrir kosningarnar í fyrra, þar sem að heilbrigðisráðherra kom á opið fund sem að félag eldri borgara hélt, og þar töluðum við, kom fram á fundunum að við varum búin að bíða og værum að óska og bíða eftir því að fá nýtt hjúkrunarheimili, og það kom líka fram í máli Baldurs hér áðan. En heilbrigðisráðherra, hún einfaldlega kom undirbúin til fundar og sagði okkur það, upplýsti okkur það á þessu fundi, að það væri ekkert slíkt formlegt erindi í ráðuneytinu. Hefði aldrei komið, henni var hins vegar kunnugt að fulltrúar Reykjanesbæjar og sveitarfélögin á Suðurnesjum hefðu farið á fundi með þáverandi og alls konar heilbrigðisráðherrum sem hefðu verið við völd mislengi, en nokkuð margir á þessum tíma, en það hefði aldrei verið tekið saman skriflegt eða formlegt erindi með óskum viðræðu við heilbrigðisráðuneytið byggingu nýs hjúkrunarheimilis. Og þá fórum við í það strax bara eftir kosningarnar í fyrra sumar, tóku saman slíkt erindi, sendum inn í ráðuneyti, fengu svar við því núna þegar aðeins var liðið inn á haustið, þar sem okkur var boðið til kynninga eða til viðræðu við þá og svona vildi fá nánari skýringar á hvað við erum að hugsa. Við sögðum þá við fulltrúar ráðuneytisins, ekki ráðherrann sjálfan, heldur starfsmenn ráðuneytisins, að við sæjum þetta fyrir okkur eins og fram hafði komið í erindinu að þarna væri að ræða nýtt 60 rúma heimili, þar sem að við myndum þá færa 30 rými
frá Hlévangi inn í þetta nýja heimili og svo væri þá 39 rými til viðbótar. Þetta, og við vildum fara þessa leið sem að Reykjavíkurborg hefur farið, sem svo að við sjáum framkvæmdirnar allar, alveg frá A-tölu, látum hanna og byggjum og gerum fyrirfram samning við ráðuneytið ákveðið verð fyrir þetta. Og við erum bara stödd í nákvæmlega þessum fasa núna. Við erum búin að funda tvisvar með ráðuneytinu. Þetta lítur ágætlega út, það hefur engin samningu verið gerður, það hefur ekkert verið lagt til endanlega afgreiðslu í bæjarráði og þar að séu kynnt eða bæjarstjórn, en það verður gert þegar málið er komið á þann stað að það sé eitthvað að ræða. Það er ekkert á þessu stigi neitt ákveðið að ræða, hvorki á okkar hálfu né ráðuneytisins, því að við til dæmis þurfum að tryggja okkur þessa lóð sem ætlunin er að nýtt hjúkrunarheimili rísi á, en hún er ekki í okkar umsjá í dag. Hún er í umsjá annar aðila og við erum í viðræðum við þá að athuga að kaupa á henni eða taka hana yfir, og það er þá lóðin sem er norðan megin við núverandi hjúkrunarheimili í beinu, hvað getur maður sagt, nær nettó. Og þá koma alls konar spurningar, ætlum við að byggja nýja dagþjálfun fyrir aldraða. Núverandi dagþjálfun er sprungin, ætlum við að fjölga plássum þar og hafa það í einhverju tengslum. Við erum bara í svona brainstorm vinnu hér og við munum kynna þetta mál fyrir ykkur þegar við höfum eitthvað að segja, svona eitthvað annað en bara einhverja getgátur út í loftið. Nú, varðandi fráveitukerfið, af því að hér var aðeins minnst á það, þá er það svolítið svipuð staða á með hjúkrunarheimili. Það er að segja að það er ekkert komið á blað, þetta er allt saman bara ennþá hugmyndir og óformlegar viðræður á milli okkar annars vegar og HS Veitna hins vegar. Það næsta sem gerist í þessu máli með fráveituna er að við höfum sammælst það, ég og forstjóri HS Veitna og okkar fólk á báðum öndum, að ráða ráðgjafa frá KPMG sem að hafa unnið í þessu málum fyrir bæði Veitur í Reykjavík og Norðurorku og Akureyri, og fá þá til að gera svona nokkuð eða eins hlutlaust mat og hægt er á virði fráveitunar og þá út frá tekjuflæði og þeim verkefnum sem að liggja fyrir að þarf að ráðast í. Þar á meðal er ein hreinsistöð í viðbót fyrir Keflavíkurhverfi. Nákvæmlega hvar eða hvernig eða hversu stór hún verður vitum við ekki og þar alveg ekki hvað hún kemur til með að kosta, því að hún hefur ekki verið hönnuð og þar að séu gerði eitthvað kostnaðarmat á því. En þetta erum við sammála að fara í og eigum fund í næstu viku, á þriðjudaginn minnir mig, í næstu viku með þessum ráðgjöfum frá KPMG, þess að við ætlum að skilgreina verkefni betur og ég lofa því að halda bæjarstjórn upplýstur það eins og okkur er frekar stund þegar við höfum eitthvað það að segja. Nú varðandi utanlandsferðina, ég ætla nú ekki að hafa mörg orð hana, en vil þó taka fram fyrir bæjarfulltrúa og bara alla sem ekki vita að Reykjanesbær greiðir ekki dagpeninga, Margrét, heldur hafa þeir sem hafa farið út af sveitarfélagsins tekið nótur fyrir því útlögum kostnað og fengið hann endurgreiddan. Takk fyrir fólki. Anna Sigríður hefur kassi hljóðskeið svo vel. Forseti, aðrir gestir. Varðandi íþróttunar, það eru margir búin að ræða framtíðar stefnu íþróttamála og tillögu okkar áðan. Þá vil ég bara nefna það að við erum ekki að leggja til að taka þetta af einum eða neinum. Við unnum þetta í samstarfi við fulltrúa úr Íþrótta- og tómstundaráði og hér er einungis verið að tala að flýta máli. Takk fyrir. Nú eru fleiri sem vilja kveðja sér hljóðsundi fundargerðum bæjarráðs. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúa að vera ekki að kalla fram í þegar aðilar eru í pontu, hvorki forseti né aðrir bæjarfulltrúar. Nú, bara svona til þess að skýra þau fundarsköp sem hér fara fram,
þá má hver bæjarfulltrúi tala 2 sinnum undir hverjum lið á dagskrá og höfum við haldið því. Nú, þá liggur fyrir tillaga að flýta frá Sjálfstæðisflokki að flýta vinnu við stefnumótun íþróttamála sveitarfélaginu. Leggur forseti til að því máli verði vísað til bæjarráðs og ber það undir fundinn til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast skeiði merki. Það er samþykkt 11-0. Afsakið, það er ekki samþykkt 11-0. Það er samþykkt 10 og 1 situr hjá. Nú, þá ber ég fundargerð bæjarráðs frá 24. og 31. janúar 2019 upp í heild sinni til samþykktar fundarins. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlegast skeiði merki. Hún er samþykkt 11-0. Næst á dagskráni er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 25. janúar 2019 og að venju eru þar mál á dagskrá sem við þurfum að samþykkja sérstaklega í bæjarstjórn. Beri þau mál upp. Nú það er 4., 5., 7., 7., 8. og 13. liður í fundargerð. Og fyrst ber að nefna 4. lið, Íbúasamvinnufélag Suðurnesja, umsókn lóð og orðið laust til 4. lið í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Guðbrandur Einarsson hefur kvætt sér hljóðs, gjörðu svo vel Guðbrandur. Virðulegur forseti, ég skil ekki okkur að það sé verið að ræða þetta mál sérstaklega þar sem að það liggur engin ákvörðun fyrir. Og við þurfum ekkert að leggja mat á eitt eða neitt, heldur eru þarna við að óska eftir lóðum sem að ekki eru til staðar. Og það þá að gera einhverjar skipulagsbreytingar áður en að þessi umsókn getur verið tekin fyrir. Þannig að ég átta mig ekki á því okkur að vera að taka þetta sérstaklega á dagskrá. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, já, þetta er skiljanleg fyrirspurnin athugasemd frá bæjarfulltrúa Guðbrand Einarssyni, en við ræddum þetta í morgun á sviðsstjórafundi og þarna er umhverfis- og skipulagsráð að kalla eftir afstöðu bæjarstjórnar bara til málsins, hvort þetta sé eitthvað sem að bæjarstjórn hefur hug á eða vilja til að samþykkja, að því gefnu að allt sé mögulegt og leyfilegt og löglegt og rétt, af því að það þarf þá að fara í vinnu í skipulagsmálum sem kostar peninga og menn allir geta leggja í þá vinnu nema að vita hug bæjaryfirvalda og bæjarstjórnar til verkefnisins svona almennt. Og ef að bæjarstjórn er þeirra skoðunar að þetta sé rétt að halda áfram með málið, að þá var hugmyndin svo að vísa þessu aftur bara til umhverfis- og skipulagsráðs með þeim skilaboðum þá að eða sviðsins, ekki til umhverfis- og skipulagsráðs heldur til umhverfissviðs, til frekari vinnslu og þá kæmu skýrari hugmyndir og tillögur út úr því. En ef að bæjarstjórn er alfarið á annarri skoðun að ætla sér ekki eða sér ekki fyrir sér að þetta getur orðið að veruleika, þá þarf sviðið ekkert að vera að eyða hvorki tíma eða peningum í þá vinnu. Það var svona hugmyndin á bak. Guðbrandur Einarsson hefur kvætt sér hljóðs, gjörðu svo vel Guðbrandur. Virðulegur forseti, ég fagna því að menn skulu vera stórhuga í þessu málaflokki. Eins og þið vitið þá hafa verið lagðar fram tillögur í húsnæðismálum á sameiginlegum vettvangi ríkisstjórnar og aðila vinnumarkaðarins sem að hreinlega gera ráð fyrir óhagnaðardrifum leigufélögum til framtíðar
En ég hef engar forsendur til að meta þetta erindi. Því að þetta snýr ekki bara að skipulagsmálum, þetta líka fjárhagslegt mál. Með hvað hætti að þessu verður staðið. Þannig að ég tel eðlilegt að ef að menn ætla að fara í einhverja frekari vinnu að þá ger ég það með að tillögu minni að þessi verið vísað til bæjarráðs til frekari athugunar áður en að menn fari í einhverja frekari vinnu. Eru fleiri sem kveðið sér hljóðs undir 4. lið í fundargerð? Baldur Guðmundsson hefur kveðið sér hljóðs, svo Baldur. Já, virðulegi forseti, komið bæjarfulltrúar og gestir. Ég verið að taka undir með Guðbrandi. Ég átta mig ekki alveg á þessu erindi. Það verið að sækja einhverja lóð fyrir 108 íbúðir og niðurfellingu eða frest. Þetta marglaga erindi og útskýring bæjarstjóra ég fæði ekki alveg til að harmonera það sem ég að lesa hérna og það sem Kjartan Már sagði. Þannig að, já, ég legg til að þessu verið bara vísa til bæjarráðs til að pakka þessu inn á einhvern skynsamlegan hátt sem við getum tekið afstöðu til. Nú orðið laust. Það hefur ekki fleiri kvað sér hljóðs. Ber ég þá upp tillögu sem fram er komin að vísa málinu til bæjarráðs, þeir sem geta samþykkt að vinsamlega skeiðmerki. Og það er samþykkt 11-0. Næst það 5. mál í fundargerð, það er Tjarnarbraut 6 og orðið laust þann lið í fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og ber ég þá þann lið í fundargerð undir fundin til samþykktar þeir sem geta samþykkt þannig lið vinsamlega skeiðmerki. Og það er samþykkt 11-0. Næst það 7. liður, makaskipti á lóð og orðið laust þann lið í fundargerð. Guðbrandur Einarsson hefur kvað sér hljóðs, gjör svo vel Guðbrandur. Virðulegur forseti, enn og aftur ég ekki klár á því hvað er verið að ræða. Makaskipti á lóð, jú, en hvað felst í því? Þarna geta verið einhverju fjárhagslegir hagsmunir undir sem ég tel eðlilegt að þessi skoðaðir. Hvað erum við að fá og hvað ætlum við að láta? Það kemur ekkert fram þarna. Og ég tel eðlilegt að þessu máli veri líka vísað í bæjarráð. Eru fleiri sem hafa kvað sér hljóðs? Nú, svo er ekki. Þá ber ég upp tillögum að vísa viðkomandi máli til bæjarráðs. Þeir sem geta samþykkt að vinsamlega skeiðmerki. Það er komið fram tillaga að vísa þessum lið í bæjarráð. Sú tillaga stendur. Margrét Þórunnsdóttir hefur kvað sér hljóðs. Nei. Guðbrandur Einarsson hefur kvað sér hljóðs. Gjör svo vel Guðbrandur. Virðulegur forseti, ég missi nú ekki ofta bæjarráðsfundum en ég missti á síðasta bæjarráðsfundi. Ég gerði mér ekki grein fyrir að þetta mál hafi verið afgreitt þá. En ég sé ekki í neinum fundargögnum neinar tölur eitt eða neitt. Þannig ég hef enga forsendur til þess að meta þetta erindi. Ég minnist þess að í bæjarráði þar á undan hafum við rætt þetta þar sem að ég lýsti þeirri skoðunum minni að ég fyndist þetta mjög sérstakt mál.
Þannig að ég hef enga forsend til að meta þetta, þannig að á þessu stigi mun ég ekki taka afstöðu í málinu. Forseti gerir hlé á fundi til skrafs og ráðagerða. 3 mínútur. Nú þá höldum við fundi áfram. Nú orðið er laust undir 7. lið ef það er ekki fleiri sem að hafa kvart sér hljóðs. Gefnu samráði við bæjarfulltrúa leggur forseti til að málinu verði vísað til skipulagsfulltrúa til frekari úrvinnslu. Þeir sem að geta stutt á tillögu vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt 11-0. Nú næst á þessari ágætu á dagskrá þessara fundargerðar já bara til þess að hafa þetta skýrt og skorunort tillaga að vísa málum til bæjarráðs var dregin til baka svo við höfum þetta nú allt skjalfest og forseti afsakar frumhlaupið varðandi það. Honum verði nú fyrirgefið. Nú næst er það 7. mál, Stapabraut 21, deiliskipulag og orðið er laust þann lið í fundargerðinni. Eru einhverjir bæjarfulltrúar sem vilja kveða sér hljóðs undir þeim lið? Svo er ekki. Ber ég þann lið í fundargerð undir fundin til samþyktar þeir sem geta samþykkt þann lið vinsamlegast gefið merki. Hann er samþyktur 11-0. Næst er það 8. mál í fundargerð, Heiðavegur 7, fyrirspurn bílskúr og er orðið laust þann lið í fundargerð. Og það er enginn hvað sér hljóðs, berið þá þann lið í fundargerð undir fundin til samþyktar þeir sem geta samþykkt þann lið vinsamlegast gefið merki. Hann er samþyktur 11-0. Nú að lokum er það 13. liður í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Vatnsnesvegur 32 og er orðið laust þann lið í fundargerð. Það er engin bæjarfulltrúi sem kveður sér hljóðs og ber ég þá þann lið í fundargerð undir fundin til samþyktar eða sinnar þeir sem geta samþykkt. Þess að gefa merki, hann er samþyktur 11-0. Nú að lokum ber ég afsakið. Að lokum er orðið laust fundargerðina í heild sinni.
Eru einhverjir bæjarfulltrúar sem óska eftir því að taka til máls undir fundargerðinni í heild sinni? Og svo er ekki og ber ég þá fundargerðina í heild sinni undir fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vil sannast skýða merki. Og fundargerðin er samþykkt 11:0. Þriðji liður á dagskrá er fundargerð barnaverndarnefndar frá 28. janúar og er hún hér lögð fram. Það er bókað. Fjórði liður er fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 29. janúar 2019 og er orðið laust til fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Og Margrét Þórarinsdóttir er hvassi hljóðs. Velkomin í pontu, Margrét. Virðulegur forseti og aðrir viðstaddir. Ég kem hér undir lið 8, framtíðar aðstaða UMFN. Miðflokkurinn leggur ríka áherslu á íþróttaeinkunn barna og unglinga og telur hana frumforsendu heilbrigðs lífs auk aðgangs ungmenna að ódýrum og hollum skólamáltíðum. Eins og segir í stefnu flokksins. Mikið af afreksfólki í íþróttum hefur komið héðan úr bæjarfélaginu og að þessu starfi þarf að hlúa. Það er sýn flokksins að samræma þurfi betur stefnu sveitafélagsins með til dæmis sameiginlegum keppnisvöllum og aðstöðu til íþróttaiðkunar ásamt því að byggja ný sameiginleg íþróttamannvirki til framtíðar. Móta verður heildstæða stefnu á þessu sviði í ört stækkandi samfélagi og líta ber á að grunnþjónustu við íbúana sé að ræða og þar af leiðandi í forgangi fyrir öðrum minni brýnum verkefnum. Lengi býra fyrstu gerð. Ég vil þetta sé bókað. Anna Sigríður Jóhannesdóttir er hvassi hljóðs. Gjör svo vel, Anna Sigríður. Velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég kem hérna undir lið 8 eða í rauninni skýrslu frá VFSO. Það var kynning á nýtingu Reykjaneshallarinnar haldin í Íþróttaakademíunni daginn og öllum velkomið að koma. Og ég satt á kynningu og þetta er náttúrulega einn liður í framtíðar í rauninni stefnumótun allra íþróttafélaga og eins og við höfum öll rætt hérna fram og tilbaka þá þurfum við að fara bæta okkur í öllum innviðum sem snúa að skólum og íþróttum og þá margir talað að þurfum að vanda til verks og það sé ekki æskilda að gera neitt í flýti en þarna svona á kynningunni upplifði ég í rauninni að það hefði ekki verið vanda alveg nægilega vel til verks. Mér fannst vanta meira samtal við þá sem að í rauninni nýta húsið daglega, þeir sem mæta í húsið daglega. Mér fannst vanta upp á samtalið við fólk sem að hefur mestu þekkinguna á nýtinguna húsinu og eins og kom fram á kynningunni var ekki rætt við yfirþjálfara Njarðvíkur og Keflavíkur. Þannig að mér fannst svona í þessari kynningu að það hefði mátt vanda betur til verks því að við erum öll sammála því að við erum að skoða eitthvað sem að snýra að félagunum og við erum með 2 stór knattspyrnufélag í okkar bæjarfélagi og það var ekki gott að horfa upp á kynningu þar sem verið að slengja á okkur einhverjum jafnvel knattspyrnuvöllum í Reykjavík upp á $500 milljarð, eitthvað sem enginn hefur óskað eftir hér í þessu bæjarfélagi, allavega ekki að mér stöddu. Þannig að þú veist, við erum kannski ekki alveg að bera saman réttu íþróttafélögin miðað við Reykjavík eða Reykjanesbæ. Við þurfum svona kannski að horfa á eins og margir talum, við erum jafn stór Akureyri, Akureyrarbær að reka 2 íþróttafélög eða 2 knattspyrnufélög, Þór og Káa. Ég horfi allavega til sveitafélaga sem eru að gera svipaða hluti og við hér í okkar sveitafélagi og ég vil bara ítreka það að þegar við erum að gera einhverja greiningar á hvort sem það er húsnæði, íþróttamannvirki, vellir eða eitthvað, að það sé tala við rétta fólkið. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs? Undir fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Svo er ekki og ber ég þá fundargerðina
upp við fundin til samþykta. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlegast skeiðmerki. Og fundargerðin er samþykkt 11.0. Nú næst er það 5. liður í fundargerð afsakið í dagskráni hérna hjá okkur í dag. Það myndi vera fundargerð fræðsluráðs frá 1. febrúar 2019. Og þeir sem að vilja taka til máls orðið er laust undir þeirri fundargerð. Margrét Sanders hefur kvatt sér ljós. Gjörðu svo vel, Margrét. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég kem hérna undir lið 3 í fundargerð fræðsluráðs. Þar er sagt í fundargerð að í framhaldi af bókun fulltrúa grunnskólakennara á síðasta fundi vill fræðsluráð taka undir að ótækt sé að horft sé fram hjá vandanum án þess að taka á þeim. Og þar er verið að tala bókunina sem trúnaðarmenn á Suðurnesjum, grunnskólan á Suðurnesjum, lögðu fram út af kulnun í starfi og í framhaldi er bókað í þessari fundargerð að fræðsluráð bendir á að næstu viku munu stjórnendur í Reykjanesbæ heimsækja leik- og grunnskóla í sveitarfélaginu og ræði við starfsfólkið. Þetta hefur gefist mjög vel og það hefur verið mikil ánægja með þessar heimsóknir starfsfólksins. Vegna þessa fyrri hluta sem ég las áðan út af þessari bókun þá langar okkur að leggja fram bæjarfulltrúa D-lista Frjálsafls og Miðflokksins eftir að undir bókum fram undir lið 3 í fundargerð fræðsluráðs og hefst á lesturinn. Trúnaðarmenn grunnskóla á Suðurnesjum, þar á meðal í Reykjanesbæ, hafa ályktað að óeðlilegt álag og kulnun sé meðal kennara í Reykjanesbæ. Mikilvægt er að Reykjanesbær bregðist við þessu strax og að festu þar sem líðan kennara og gott starfsumhverfi skipti sköpum til að tryggja að skólastarf sé sem farsælast bæði fyrir nemendur og kennara. Við leggjum til að farið verið strax í markvissa greiningarvinnu til að meta starfsaðstæður og umhverfi leik- og grunnskólakennara Reykjanesbæjar með það að markmiði að greina hvort óeðlilegt álag og kulnun sé til staðar. Funda verði með starfsfólki til að fara sérstaklega yfir þessi mál, haldna verði vinnustofur og viðtöl tekin við kennara. Einnig skal leitast við að ræða við kennara sem látið hafa störfum, eru í veikindaleyfi eða hafa nýlega komið úr leyfi sem rekja má til kulnunar eða streitu. Kalla verði eftir upplýsingum frá þeim stofnunum og fagaðilum sem veitt geta upplýsingar stöðu mála og öflugir sérfræðingar í þessum málum fengnir að borðinu. Skal niðurstaða úttektarinnar innihalda tímarsetta tillögur að úrbótum. Undir þetta rita bæjarfulltrúar D-listans, Frjálsafls og Miðflokksins, Margrét Sanders, Baldur Guðmundsson, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Gunnar Þórarinsson og Margrét Þórarinsdóttir. Nú orðið er laust. Friðjón Einarsson hefur kvatt sér ljós. Gjörðu svo vel, Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eins og kunnugt er að þá hófum við þessar heimsóknir í grunnskóla Reykjanesbæjar í fyrra vegna bókunar 1 í kjarasamningum við kennara og tókst þetta mjög vel. Skipaðir voru starfshópar í hverjum skóla til að vinna úr þeim hugmyndum sem komu fram á fundunum og endaði þetta í einu stórfundi í Hljómahöll sem var til fyrirmyndar og hefur haft mikil áhrif á vinnuaðstöðu kennara. Helstu atriði sem þar voru samþykkt eftir þessa samræðu var að stimpilklukka var ekki sett í skólana, fartölva fyrir hvern kennara og starfsaðstaða lagfærð. Hugmyndir voru nú að vinna áfram á sama hátt en mikil mótmæli komu frá í bæjarráði við því að pólitískir fulltrúar væru á þessu fundum sem mér þykir mjög miður að hafa þurft að fara út í svona einhverja sleggjukast vegna þessa sem gerði það að verkum að við ákváðum að formaður bæjarráðs og forseti bæjarstjórnar fór ekki á fundinn í gær. Og á þeim fundi var kallað eftir viðvöru okkar að við hefðum mætt á fundinn. En
Þetta þótt mér frekar leitt en svona er þetta nú samt. En ég vil samt nefna eitt hérna sem ég finnst alveg nauðsynlegt að koma fram. Það er það að engar vísbendingar eru það að óeðlilegt álag sé á kennurum. Nú er ég ekki að segja að sé eitthvað auðvitað að vera kennari og engan hátt. En það eru engar vísbendingar sem við höfum að það sé mjög óeðlilegt ástand í grunnskóla Reykjanesbæjar, veikindi hafi aukist, það höfum við ekki. Alls ekki. Þannig að ég legg nú til kannski að áður en við rjúkum upp til handa og fóta að afla verið upplýsinga þetta mál, hvort að svona sé og hvort að þessi ályktun trúnaðarmanns standist. Þess að við höfum ekkert í höndunum í dag sem segir það að þetta sé rétt, ekki neitt. Þannig að mér finnst þetta vera dálítið svona að henda boltanum upp á loft og hver grípur. Ef við ekki að kanna málinn fyrst almennilega að það er ekkert sem við höfum í dag sem bendir til þess, því miður. Eða sem betur fer, afsakið. Sem betur fer. Og er ég ekki að gera lítið úr kennarstéttinni enda sjálfur kennari. Ég vildi þetta endalega kemur fram hérna. Takk. Baldur Guðmundsson hefur hvað sér hljóðs, gerðu svo vel Baldur. Já, þannig að fórstu eitthvað bæður fulltrúar og gestir. Ég ætla bara að fagna þessum öðrum lið að það eigi að fara að skoða þetta starfsaðstæður leikskólakennara og setja smá vinnu í þetta. Það er fullt þörf á. Þekki það frá mörgum hliðum. Varðandi okkar tillögum að fara í þessa vinnu, það er bara, kannski eru bara sammála við og Friðjón að það þurfa að skoða þetta. Sé ekki hægt að taka þetta bara hrátt, þessa bókun sem kom frá trúnaðarmanni, að bara greina stöðuna, athuga hvernig liggur í þessu, fá niðurstöður og bregðast þá við, því að það kemur fram í bókunum okkar að það sé hluti af vinnunni, það er að koma með tillögur. Kulnun í starfi er svona hugtak sem að bara verkalýðsfélögin voru að henda inn í umræðuna síðast ári með mjög afgerandi hætti, bara markaðsherferð. Þannig að það er eðlilegt að fólk hugsi, hvernig er þetta hjá mér? Er ekki mikið álag hjá mér? Ég hef unnið á mörgum vinnustöðum, einmitt það sem er mikið álag og hef alveg sjálfur upplifað kulnun í starfi. Annað varðandi heimsóknir. Ég var formaður fræðsluráðs eitt tímabil og fór aldrei í svona heimsókn. Við heimsóttum allt fræðsluráð, heimsótti vísu alla skólana. Við svona dreifðum fundunum á skólana til að geta kynnt okkur aðstæður og hitt skólastjóruna heimavelli og allt það. En þessi hugmynd að fara með 3 fulltrúa meirihlutans á starfsmannafund er dálítið sérstaklega þegar menn í kosningabaráttunum töluðu mikið gagnsæi og lýðræði og allt þetta. Þannig að ég tek heilshugar undir þessa bókun frá fulltrúum D-listans og frjálsafls sem kemur fram í fundagerðinni. Og furða mig líka á viðbröðunum. Hvað? Það ég er að vísa í fundagerðina hérna hjá fræðsluráði. Það sem þú ert ekki. Allt í lagi, þá get ég haldið áfram. Viðbröð við þessu, það er ekki það að fá okkur með, heldur, ok, þá bara förum við ekki neitt. Þannig að í staðinn fyrir að þið verið með í þessu, þá bara sleppum þessu. Fundin eru örugglega mjög góðir og mjög gott að hitta kjörna fulltrúa. En það er kannski rétt að við séum með í þeirri vinnu, þó við séum minnihluta.
Já, eru fleiri sem að hafa áhuga að taka til máls undir fundargerð fræðsluráðs? Og Friðjón Einarsson hefur kvast til hljóðs. Gjörðu svo vel, Friðjón. Forseti, aðeins vegna orða bæjarfulltrúa Baldurs, þá vil ég að komið skýrt fram að það var gerð sérstök athugasemd í bæjarráði, síðastliðnu bæjarráði, það að formaður bæjarráðs hefði ekki heimild til að fara á vegum bæjarráðs í grunnskólanum. Það var málið. Við ætlum ekki að vera að breyta hefðbundi fundi bæjarstjóra í pólitískan fund með öllum fulltrúum stjórnmálefnum í Reykjanesbæ. Þannig að það er ekki þannig eins og bæjarfulltrúi Baldur að lýsa þessu. Við munum þá næst, eða ég sem formaður bæjarráðs, bóka sérstaklega ef ég fer á fund í skólanum, þannig að allir séu sáttu við meðferðina. Það þýðir ekki það að minnihlutin fara alltaf með mér ef ég fer á fund. Mér finnst þetta að vera komið svona dálítið út í einhverju smáatriði það að formaður bæjarráðs eða forsetinn fari að sinna einhverjum erindum í bænum og þá þurfa að koma einhver fulltrúi minnihlutans með. Ég er bara algjörlega ósammála því. En það hefur það ekki tíðkast hér í Reykjanesbæ að svo sé. Þessi ár sem ég hef verið hérna í bæjarstjórn, þá man ég aldrei eftir því að fyrri tíma þegar annar flokkur réð ríkjum hérna að minnihlutunum hafi verið boðið að fara með pólitísku fulltrúum í heimsókn í fyrirtæki eða eitthvað annað. Aldrei. Ekki einu sinni á fund stofnana ríkisins eins og eftirlitsnefndar og annað. Það var nú bara ekki þannig. Fyrr en eftir mikið læti sem var allt annað mál. Auðvitað verða menn að fá að sinna vinnunum sinni eins vel og hægt er. Nú með leyfi fundarins langar með að segja nokkur orð þetta. Fyrir kosningar fóru frambjóðendur í heimsókn í hinar þessar stofnanir sveitarfélagsins eins og gerur svo gengur og það má til sanns vegar færa að það hefur aldrei verið markmið að minnsta kosti hjá þeim sem hér stendur að búa til einhverja pólitíska leiki úr starfsmannafundum skólana. En ég held að sé samt sem áður mjög brýnt að allir bæjarfulltrúar, allir þeir sem að taka þátt í þessu góða starfi hér í Reykjanesbæ sem er snýr að fræðslumálum, kynni sér frá fyrstu hendi starfsemi þessara góðu stofnana, og sem að það er einhvern skipulegum fundum sem fyrirfram eru samþykktir á einhverjum vettvangi eða bara óski eftir því sjálfur. Ég allavega mun gera það, hvað sem að þessu líður, halda áfram að reyna að vinna að bættu starfsumhverfi starfsfólks í skólum og reyna allra sem vinna hjá Reykjanesbæ. Það er svo sem ekki að koma neinum hér og óvart. Og ef það er ekki fleiri sem að vilja taka til máls undir fundargerð fræðsluráðs, þá ber ég fundargerð fræðsluráðs frá 1. febrúar 2019 til samþykktar. Þeir sem að geta samþykkt hana vinsilega skeiðamerki. Og hún er samþykkt 11.0. Og þá erum við komin að 7. lið á dagskránni sem eru reglur styrki til greiðslu fasteignagjalda. Afsakið fasteignagjaldar stendur hér. Það er fyrirsögnin. Það mun vera fasteigna skatts og það þarf að leiðrétta það. Fasteigna skatts og orðið er laust þann lið. Nú Friðjón Einarsson hefur kvast í hljóðs. Gerðu svo vel, Friðjón. Forseti ákveðið bæjarfulltrúar. Þetta er það sem ég ræddi hérna fyrir til fundargerð bæjarráðs. Þar sem bæjarstjóri Reykjanesbæ er heimilt að veita styrki til greiðslu fasteignaskatts af fasteignum þar sem fer fram starfsemi æskulýðs- og mannúðarsamtaka sem ekki er rekin í ágóðaskyni.
Ég ætla nú ekki að lesa þetta hérna allt upp en ég held að þetta sé mjög gott að við séum búin að ramma þetta inn og með því móti bæði setja ábyrgð á félögin og okkur sjálf hvernig þetta færi allt saman nú fram. Þannig ég legg til að þetta verði samþykkt. Bæjarstjóri og Klassi hljóðs, gerðu svo vel, Kjartan Már. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það er bráðnauðsynlegt að hafa svona reglur til þess að vinna með og vinna eftir. En mér langar bara að vekja athygli á því að ef að þetta verður samþykkt hér þá þurfum við aðeins að breyta út af. Það er nú ekki gott, ekki góð vinnuregla að byrja á því að breyta út af reglunum sem við erum að samþykkja. En í 5. grein segir auglýst skal í janúar ár hvert eftir umsóknum styrki til greiðslu fasteignaskatts. En janúar er liðinn, þannig að ef að þetta verður samþykkt þá munum við auglýsa bara núna í febrúar, byrjun febrúar, en framvegis þá í janúar. Baldur Guðmundsson hefur Klassi hljóðs. Þakka til. Spennti forseti. Hressu bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég er búið að kostnaðargreina þetta er bara einföld spurning, sko. Þetta hlýtur á eitthvað tala í þessu og þetta er allt í gagnsæinu og allt saman. Friðjón Einarsson hefur Klassi hljóðs, gerðu svo vel, Friðjón. Forseti, fyrir bæjarfulltrúar þá skal að koma hérna fram að ekki er gert ráð fyrir fleiri umsóknum en venja er til í þessu. Þannig að þetta hafi verið 1 til 4 umsóknir á ári og ekki gert neina breytingum því. Þetta er ekki að taka inn fleiri hópa eða húsnæði, ekkert því um líkt. Við erum bara að ramma það sem fyrir er, þannig að óbreytt ástand. En regluverkið er klárt sem hefur ekki verið hingað til. Nú, forseti vill nú afsaka þennan gjalsa sem að hljóp í hann hérna rétt áðan og hérna vona að hún verði það fyrirgefið. Það er ýmislegt sem þarf að fyrirgefa honum á þessum fundi. En eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi reglur styrki til greiðslu fasteigna skatta? Skatts. Nú, svo er ekki, þá ætla ég að gera svo bírafinn að leggja það til að við samþykkjum þessar reglur, þeir sem geta samþykkt þessar reglur vinsilega skeiði merki. Og þær eru samþykktar 11:0. Nú, þá er ekki fleiri á dagskrá þessa ágæta fundar og ger ég þar að leiðandi hlé á fundi meðan að gengið er frá fundargerð.
Fundargerð 559. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 5. febrúar 2019 kl. 17. Viðstaddir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Þórir Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Ólöf A. Sandes, Margrét Þórarinsdóttir, og Elín Hens Pétursdóttir. Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og í forsæti var Jóhann Friðrik Friðriksson. Fyrsta mál fundargerð bæjarráðs frá 24. og 31. janúar 2019. Forseti gaf orðalaust fundargerðirnar. Til máls tóku Margrét A. Sandes, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Friðjón Einarsson, Baldur Þór Guðmundsson, Gunnar Þórarinsson, Kjartan Már Kjartansson og Anna Sigríður Jóhannesdóttir. Eftirfarandi tillaga frá Margréti Sandes fyrir hönd Sjálfstæðisflokks og borin undir atkvæði. Strax verði hafin stefnumótun með íþróttafélögunum varðandi framtíðar uppbyggingu íþróttamannvirkja í sveitarfélaginu. Niðurstöður skulu liggja fyrir ekki síðar en í maí 2019. Samþykkt var að vísa tillögum til bæjarráðs með 10 atkvæðum. Guðbrandur Einarsson bæjarfulltrúi beinnar leiðar sat hjá. Eftirfarandi bókanir svo bárust frá Margréti Þórarinsdóttur, Miðflokknum og með leyfi forseta þá mun ég ekki lesa bókanir en þær bárust rafrænt. Annað mál fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 25. janúar 2019 og forseti gaf orðalaust 4. lið fundargerðarinnar. Til máls tóku Guðbrandur Einarsson, Kjartan Már Kjartansson og Baldur Þór Guðmundsson. 4. lið fundargerðarinnar, íbúar Samvinnufélag Suðurnesja HSF umsókn lóð var sérstaklega tekin fyrir og bæjarstjórn vísaði málinu til bæjarráðs og samþykkt með 11 atkvæðum. 5. liður fundargerðarinnar Tjarnarbraut 6 fyrirspurn var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum án umræðu. Forseti gaf orðalaust 7. liður fundargerðarinnar. Til máls tóku Guðbrandur Einarsson og bar fram tillögu að málinu verði vísað til bæjarráðs en tillögan var dregin svo tilbaka. 7. liður fundargerðarinnar þá Víkingaheima makaskipti á lóðum sem var sérstaklega tekin fyrir og bæjarráð vísa málinu til frekari vinnslu til skipulagsfulltrúa samþykkt með 11 atkvæðum. 7. liður fundargerðarinnar Stapabraut 21 deiliskipulag var samþykkt sérstaklega með 11 atkvæðum án umræðu. 8. liður fundargerðarinnar Heiðarvegur 7 fyrirspurn bílskúr var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum án umræðu. 13. liður fundargerðarinnar Vatnsnesvegur 32 fyrirspurn var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum án umræðu. Forseti gaf síðan orðalaust fundargerðina og var hún samþykkt að öðru leyti 11-0 án umræðu. Fundargerð barnaverndarnefndar frá 28. janúar var lögð fram og 4. mál fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs 29. janúar 2019. Forseti gaf orðalaust fundargerðina. Til máls tóku Margrét Þórarinsdóttir og Anna Sigríður Jóhannesdóttir. Bókun barst frá Margréti Þórarinsdóttir Miðflokknum undir lið 8 í fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs og með leyfi forseta mun ég ekki lesa bókunina því hún barst rafrænt. Fundargerðin var samþykkt 11-0. 5. mál fundargerð fræðsluráðs frá 1. febrúar 2019. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og til máls tóku Margrét A. Sandes, Friðjón Einarsson, Baldur Þór Guðmundsson og Jóhann Friðrik Friðriksson. Bókun barst frá bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokks, Frjáls, Afls og Miðflokksins undir lið 3 í fundargerð fræðsluráðs og með leyfi forseta mun ég ekki lesa bókunina því hún barst rafrænt. En fundargerðin var samþykkt 11-0. 7. mál reglur styrki til greiðslu fasteignaskatts. Forseti gaf orðalaust fundargerðina. Til máls tóku Friðjón Einarsson, Kjartan Már Kjartansson og Baldur Þór Guðmundsson. Bæjarstjórn samþykkir reglur styrki til greiðslu fasteignaskatts með 11 atkvæðum. Það laga hérna fyrstu blaðsíðuna. Þá liggur fundargerð 559. fundar bæjarstjórnar Reykjanesbæjar fyrir og ber ég hana undir fundin til samþykta þess að geta samþykkt fundargerðina þess að skeiði merki og hún samþykkt 11-0. Þá þakka ég bæjarfulltrúum kærlega fyrir viðburðaríkan og skemmtilegan fund. Eða gott kvöld.